talið rétt að tryggja þingmönnum ákveðna minnihlutavernd gegn mögulegu ofríki meirihluta þingsins og þannig fái þriðjungur þingmanna heimild til að bera fram tillögu við forseta að Alþingi skuli stefnt saman. Og þess vegna segir greinin: forseti Íslands stefnir saman Alþingi á loknum alþingiskosningum og setur reglulegt Alþingi ár hvert. Forseti stefnir einnig saman og setur Alþingi að tillögu forseta þess eða þriðjungs þingmanna. Þá kemur næst kafli stjórnsýslu og eftirlit. Þar ný 3. málsgrein og ég ætla bara að lesa greinina eins og hún núna. Ráðherrar og önnur stjórnvöld veita þau embætti er lög mæla. Með lögum skal koma á skipan sem tryggir að hæfni og málefnalegri sjónarmið ráði við skipun manna í embætti. Þegar ráðherra skipar í embætti dómara og ríkissaksóknara skal skipun borin undir forseta Íslands til staðfestingar. Synji forseti skipun staðfestingar þarf Alþingi að samþykkja skipunina með 2/3 atkvæða til að hún taki gildi. Ákveða má með lögum að skipun í önnur embætti skuli fara fram með sama hætti. Í lögum má kveða á að í tiltekin embætti megi einungis skipa íslenska ríkisborgara. Krefja má embættismann eiðstaf að stjórnarskráni. Það hefur farið fram mikil umræða okkar á meðal hversu mikilvægt að sé að tryggja að ráðið sé æðstu embætti ríkisins á faglegan hátt og málefnalegan hátt. Og umræðan hefur verið svona, kannski meiri þennan lið en marga aðra. Við teljum að það sé forsenda í lýðræðislegu þjóðfélagi að sjálfstæði æðstu embættismanna dómsvaldsins sé verndað. Og dómarar þurfa að vera óvilhallir og hlutlausir í sínum störfum þannig að almenningur beri fullt traust gagnvart störfum þeirra. Og að sama gildi ríkissaksóknara sem æðsti handhafi ákæruvaldsins. Þess vegna setjum við þessa nýju málsgrein inn. Í tillögu okkar forseti Íslands ekki sjálfstæður skipunaraðili, heldur það ráðherra. Forseti staðfestir skipunina en samkvæmt 3. málsgrein hefur forseti málskotsrétt til þingsins það hvort ráðning sé lögmæt og þá þarf þingið að samþykkja skipunina með 2/3 atkvæða til hún taki gildi. Þarna öryggisventilshlutverk forseta mjög skýrt. Forseti ber ekki lagalega ábyrgð á skipun embættismannsins, heldur gerir ráðherra það og ábyrgð á embættisveitingu liggur því hjá ráðherra. Í 3. málsgreininni 3. málsgreinin einnig sett inn heimild til þess að ákveða með lögum hvort skipa skuli í önnur embætti með sama hætti og lýst í þessu ákvæði. Löggjafanum því falið að meta hvort einstakastofnanir séu það samfélagslega mikilvægar með tilliti til sjálfstæðis að það eigi að skipa í æðstu stöður slíkra stofnana á þann hátt og haft samráð ráðninguna. Það hefur líka verið í umræðin í B-nefnd hvort að ekki eigi að setja á stofn einhvers konar yfir stjórnsýslu eða ráðninganefnd sem af erlendri fyrirmynd og heitir í Bretlandi til dæmis Civil Service Commission. Það þetta fyrirkomulag sem nauðsynlegt má kalla í stóru samfélagi, milljóna samfélagi. Við náttúrulega 300.000 hræður rúmlega og auðvitað spurning hversu mörgum nefndum eða hversu mikið af þessu eigi að fara að binda í stjórnarskrá. En ég segi fyrir mig, mér finnst auðvitað mjög heillandi að reyna að finna bestu leiðir á hverjum tíma til þess að faglega sé ráðið í störf embættismanna. Þannig að með því að negla orðalagið eða fyrirkomulagið og njörfa það of niður í stjórnarskráni, þá gerum við ráð fyrir að slíkt megi setja með lögum. Og það hafa orðið mikla framfarir í þessu á Íslandi með nýjum lögum ráðningu hæstaréttardómara og einnig seðlabankastjóra. Þannig að
við erum á réttri leið í þessu þjóðfélagi hvað þetta varðar, en við viljum setja inn í stjórnarskrá að það sé kveðið á þetta með lögum. Nú þá kemur 3 greinar rétt eftir, það umboðsmaður Alþingis. Í fyrri útgáfu vorum við mjög höllundir það að breyta heiti umboðsmanns Alþingis í umboðsmann almennings og færðum það þannig með hornklofa orðalagi inn í áfangaskjalið, en við breytum þessu til núverandi heitis eftir mikla umfjöllun og umsagnir sérfræðinga til okkar. Einmitt til þess að undirstrika að þetta embætti er í rauninni embætti fyrir trúnaðarmann þingsins en ekki fyrir trúnaðarmann almennings í öllum tilvikum, því að það þarf ofta að greina á milli hagsmuna einstaklings og almanna hagsmuna, og þá er það verkefni umboðsmanns að horfa á almanna hagsmuni. Þá kemur ríkisendurskoðun. Við bætum inn í þá grein að ríkisendurskoðandi skuli vera sjálfstæður í störfum sínum, og í síðustu greininni sem að ég fjalla núna síðustu greininni sem heitir ákæruvald og ríkissaksóknari, þá fellum við út hluta af því sem að fór inn í áfangaskjalið og setjum inn sjálfstæði ríkissaksóknara, og þess vegna hljómar greinin svo eftir breytingar inn í B-nefnd. Skipan ákæruvaldsins skal ákveðin með lögum. Ríkissaksóknari er æðsti handhafi ákæruvaldsins. Hann skal í embættisverkum sínum fara einungis eftir lögum. Ráðherra skipa ríkissaksóknara og veitir honum lausn. Ríkissaksóknari er sjálfstæður í störfum sínum og nýtur sömu verndar í starfi og dómarar. Og þá hef ég lokið yfirferð yfir þessar 27 greinar af 70 sem að breytt hefur verið í meðförum B-nefndar. Takk fyrir. Já, ég þakka formanni nefndarinnar Katrínu Fjeldsted fyrir kynningu á breytingatillögum.